Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það var stór dagur í stjórnmálum í dag, mikil tíðindi, ríkisstjórn raunverulega, annar ráðuneyti Bjarna Benediktssonar, ríkisráðsfundur, búið að skipta búið að endurnýja heit sín flokkarnir. Stundum þegar eitthvað stórt gerist að þá tekur tíma fyrir fólk að átta sig á því hvað raunverulega gerðist. En til þess að flýta því að þá getum við að kalla til klárt fólk og hjálpa því til þess að greina hlutina bara með það að gerast. Hingað er komin góður hópur, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir sem er upplýsingafulltrúi, eitt sem blaðamaður, Kristín Hrafnsson, ritstjóri, Inga Sæland, þinguna, Sigmundur Ernir Rúnarsson, skáld, fyrrum blaðamaður og ritstjóri og Sigmar Guðmundsson, þingmaður og fyrrverandi blaðamaður. Mikið blaðamanna að vita þetta. Það væri ágætis ritstjóri. Ég var svolítið útundan hérna í blaðamennskunni. Herðu, það er hérna einhver spurði hvað er að frétta í dag. Eitt af því var að þú varst með vantraust á Svandísi Svavarsdóttur, Inga. Herðu, já, því miður þá láði hún á flótta á matvælaráðuneytinu þannig að vantrausti mitt fellur sjálft sig og það þýðir víst ekki fyrir mig að eltana. Alveg sama hversu góða hlaupaskó ég set undir mig, nei, ekki þessu tilviki. Þannig að það er þá að breyta algjörlega takt fyrir ekki við þetta. Já. Ok, en hérna, krakkar, hvað segið þið? Hvað var þetta sem að gerist í dag? Já, það er aldrei stóra spurningar hjá þér. Það var verið að skáka eitthvað til inn á vellinum eftir að strækjarinn í liðinu ákvað að nenni ekki að hlaupa lengur og baðum að fá að fara í markið. Þannig að það er svona kannski stærstu tíðindin á maður að tala gamalt fyrir nýjum Belgjum, valla, þetta er kannski búið að hella landanum af einum plastbrúsum yfir á annan sem þú blasir við mér. Ekki mikið spennandi hrókeringar þannig að séð þegar kemur af mannavalinu. Mér finnst það skemmtilegast að Þórdís Kolbrún skuli aftur fá að fara í utanríkisráðuneytið sem hún greinilega vildi aldrei yfirgefa og hefur aldrei yfirgefið. Bjarni hefur aldrei komið ákvað á Rauðarárstíginn. Það hefur eftir tekið að hann hefur einu sinni farið til útlanda og ekki mikinn orðstýr þegar hann hvestir sig á blaðamenn því hann skildi ekki enskur nægilega vel og var að biðja orðskýringar í Noregi. Eftir það fór hann ekki neitt. En fjármálaráðherra var allstaðar í útlandum hjá vettvangi Sameinuðu þjóðanna að tala um mikilvæg mál og erlendi blaðamenn spurði mig að því af hverju óskopunum fjármálaráðherra hefur verið sendur á öryggisráðstefnuna í München sem að sumir segja að sé svona vettvangurinn þar sem að styrjaldra eru ákveðnar og þar er Blinken og þar er djúpríkisklíkan öll og íslenski fjármálaráðherrann. Þannig að hún er þá komin heim að nýju og örugglega fegin og við erum að sjá hér í nýja ríkisstjórn undir forsæti óvinsælasta oddvita í sögu íslenska lýðveldisins í pólitíkinni. Er það ekki svolítið þannig? Já, er þetta ekki svolítið þannig að það er ekki búast við því að verði fögnuður á götum úti yfir þessum breytingum? Nei, það hefur enginn held ég verið að kalla eitthvað sérstaklega eftir því að þessi ríkisstjórn haldi áfram sko. Ég held að fólk sé nú kannski frekar orðið innstiltir á það að það þurfi eitthvað nýtt hreyfiafl í landsstjórnina vegna þess að sko það sem er að gerast þarna eru þetta bara það að það er verið að skipta stóla, nokkra stóla en við höfum ekki fengið að sjá nein spil það hvort að menn sé að fara að breyta ykkur í stefnu menn hafa verið ósamála mjög mörg svona lykilmál sem að Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis hefur verið að tala eru ríkisfjármálin og útlendingamálin og fleira sko. Virkjanir? Já, virkjanir. Er þetta eitthvað að fara að breytast með VG? Það var ekkert útskipt í dag hvernig þetta ætti að breytast við stólaskiptin. Þannig að í sjálfu sér sko þó að þessi nýtt ráðuneyti og þessi komið nýr maður í brúna þá verður þetta auðvitað bara áfram sama harkið. Það blasir auðvitað alveg við. Bóstalega lýsti því yfir að það yrði farið af mikillir svona áfergju í útlendingamálin og virkjanamálin þannig að það er greinilegt að það er búið að reka einhverja andstöðu ofan í VG sem að var það fyrir. Það var talað að þessi vandræðalega byrjun hefði verið bara beinlíns ágreiningu milli VG og Sjálfstæðisflokksins sem hefði þá verið leystur í þessari ríkisstjórn sem var kynnt á þessum fundi. Og maður hugsaði að þetta sé nú frekar svona umhyggjanleg niðurstaða. Guðmundur Ingi, hann tók fram að það yrði haldið áfram á þeirri braut sem var samkomulagið núna frá því í janúar eða febrúar og ætti að snúast inngildingu
Hann sagði það. Já. Og svo sagði hann eitthvað að Svandís ætlaði til koma á borgarlínu og maður sá svona hægri hluta Sjálfstæðisflokksins að bara gufan stóð út þetta einhver orð sem það verið vilja bara ekki heyra. Bara að þú ert að nefna útlendingamál, þetta þetta svolítið merkilegt að því var nú bara flaggað hérna líku við með og bara flugeldasýning og læti þegar að flokkarnir kynntu saman. Það var 20. febrúar. Það væri komið ný heildarsýn í útlendingamálum og það sem að hælisleitendum var undir og allt þetta. Svo örfáum vikum seinna þá þetta orðið hérna einhver málaflokkur sem bara mjög brýnt að fara að keyra á eins og sko ekkert hafi gerst þarna 20. febrúar. Mér finnst þetta allt vera pínlítið svona sko. Þau einhvern veginn orðin sko ósámála málin sem þau eru nýbúin að segjast þeirra sammálum. Sko mér finnst þetta smári vera mikill sorgardagur fyrir vinstrihreyfinguna Grænt framboð sem kannski ekki lengur að rísundu því nafni. Hvorki Vinstri Græni svo og sko það hlutskipti þeirra sem standa lengst til vinstri á Alþingi í dag að leiða Bjarna Benediktsson til valda á ný. Það hlutskipti þeirra. Það verður skráð í sögubækur að vinstrihreyfingurinn Grænt framboð kom Bjarna Benediktssyni aftur til valda í forsætisráðuneytinu á Íslandi. Það staðreynd. Hver þessi maður? Að margra mati stendur hann fyrir mikilli spillingu í samfélaginu. Hann var gerður börtrækur úr fjármálaráðuneytinu vegna þess að hann rækti ekki skyldur sínar. Hann var staðinn að afglöpum, hann fór ekki að reglum og lögum, hann hrökklaðist úr ráðuneyti, formaður stærsta stjórnmálaflokksins á þingi, braut í blað með því að hrekjast ekki sko út af þingi, heldur fór í annað ráðuneyti sem sko sögulegt einsdæmi á Íslandi ef svo má segja og svo leiddur til valda af vinstri hreyfingunni Grænu framboði sem tapar stjórnsinni við ríkisstjórnarborðið og klappar upp helsta íhald landsins. Sko ef þennan flokk langar í eitthvað langlífi þá held ég það sé fyrir bí vegna þess að við vitum fyrir hvað við stöndum sagði þessi flokkur á sínum tíma. Það veit ekki nokkur maður fyrir hvað þessi flokkur stendur í dag. Ekki nokkur maður. Og allra síst þetta fólk sem satt í þingflokksherbyggi Vinstri Græna, það var ekki eitt einasta mótatkvæði. Nú hún Snorrabú stekkur. Það er ekki farnir þeir sem hefur gert. Má ég spyrja þessu Inga, að því að varðandi Bjarna Benediktsson, það var gagnrýnt í haust að hann væri að hrökklast úr fjármálaráðuneytinu og færi bara upp í utanríkisráðuneytið. Og það var gagnrýnt. En núna hann komin í forsætisráðuneytið. Hvernig fer það að ganga? Þetta er eiginlega, eins og ég tek undir, þetta er sorgardagur og var sorgardagur þá að það að axla ábyrgð sé að færa sá milli ráðuneyta, það náttúrulega hefur aldrei verið að axla ábyrgð. Það virðist vera að skapast þarna ákveðin hefð, það er verið að skapa ákveðina hefð fyrir því að ráðherrar þurfir hreinlega ekki að axla ábyrgð. Ef þeir gerast brotlegir í sínu ráðuneyti þá hoppa það bara yfir í næsta ráðuneyti. Og samanber Svandís að stinga af úr matvælaráðuneytinu til þess að losna við vantraust því að það var náttúrulega búin að vera hérna yfirbarkalegar yfirlýsingar sjálfstæðismanna ýmissa að þeir myndu styðja þetta vantraust og aldrei verja hana vantrausti. Svo náttúrulega eins og við sjáum þá Vinstri Grænir eins og Sigmundur Ernir bendir á sé að koma á vinsælasta stjórnmálamanni Íslandssögunar til langstíma til valda á ný. Vinstri Grænir gátu hreinlega ekkert annað gert. Vinstri Grænir eru bara hreinlega að skora rosalega lágt og núna með því að Katrín sé stokkin frá borði fyrst allra skipstjónin sjálfur á skútinni og drífa sig í landa á meðan að skútan flegið hálfsokkið. Það sýnir það náttúrulega að ef að Vinstri Grænir hefðu ætlað að fara að blása til kosninga núna þá hefðu þeir ekki riðið feitum hesti þannig að það sem við erum að horfa upp á þetta eldgamla vína og þessum eldgömlu belgjum það er í rauninni hræðslubandalag og ekkert annað. Þau eru hrætt við að fara í kosningar, þau eru hrætt við kjósendur 2/3 hlutar kjósenda eru ekki að styðja þessa ríkisstjórn samkvæmt öllum könnunu núna síðastliðið ár. Þessi ríkisstjórn hefur í rauninni verið ríkisstjórn nánast ekki neitt. Þeirra besti tími var COVID-tíminn, þegar þau gátu falið sig á bakvið það og þessi ríkisstjórn virðist vera að boða það að áður var nú lítið gert en núna verður það minna. En segðu mér eitt Inga, af því að það kom nú í einhverjum fjölmiðlum í gær að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið í viðræðum við bæði ykkur og Miðflokkinn
Já, bara alveg. Var það staðlausi stafur? Ég skal bara tala þá hreinni íslensku, það hauga lygi. Hvorki hringdi ég í nokkurn af þeim eða þeir nokkur tíman í mig, en ég sagði hins vegar eins og við höfum gert, stjórnarandstaðan ítrekkað segi ég, ef það einhver mál sem að þessir flokkar að koma fram með þó þessi ríkisstjórn, þá munum við í flokki fólksins styðja þau ef það okkar hjartansmál. Nú hallega mér að hefðu það komið til greina? Aldrei. Nei, ekki að ræða. Þú sagðir það svolítið í viðtali við Stöð 2 þar sem að Sigmundur var með þér og Sigmundur sagði að kannski verður Inga orðin félagsmálaráðari eftir helgi. Þið hlusti bara alltaf á það sem þið vilja heyra. Það sem að ég sagði í restina var, má maður ekki hafa húmor í pólitík? Hvernig væri Ríka að koma með það? Ég bara húmoristinn á þessu þingi og ég vil bara fá að halda því áfram syngjandi og ruggluðin sem allan daginn. En þetta alveg makalust að eins og Þóra bent á að það bara eins og það hefur orðið eitthvað hreinsun á óþægilegu málefnum þar sem íhaldið tekur algjörlega yfir. Það fyrsta sem ég sé koma frá Bjarna Benediktssyni hér á fjölmiðlum fyrir í dag eru virkjanamálin. Og það bara búið að ýta öllum hindrunum af vegi. Nú með allir exit-gaurarnir koma og setja vindmyllur upp á alla fjárstoppa virkjanir og útlendingamál það voru þessi þannig að þetta er búið að hreinsa andrúmsloftið af hinu óþægilega, ekki satt. Og svo sagði Guðmundur Ingi til að býta höfuð á skömminni, þá sagði hann að það yrði þarna, nú væri þarna innviðaráðuneytið þarna mjög vel manna, það væri hægt að taka við þarna öllum góðum málunum hans þarna Sigurðar Inga og hýtaði áfram og maður hugsaði það bara ekkert í þessu fyrir þau. Af hverju eru þau þarna? Já, það góð spurning. Talandi innviðaráðuneyti að því að Guðmundur Ingi Guðbrandsson talaði þær breytingar og hann nefndi samgöngur og borgarlínuna og umhverfisvæna ferðamáta en hann nefndi ekki húsnæðismál og það var bara held ég í gær. Hann nefndi reyndar húsnæðismál. Það var bara þá einhver aukasetningu? Jú, hann nefndi að það væri mikilvægt að vera með innviðaráðuneyti til að mynda út á húsnæði. En það var eina sett ekki þá. Sem sennilega stærsta úrlausnarefni okkar daga vegna þess að við sjáum unga fólkið í dag sem sko að lippast undan krónni, einhverjum sko óvinsalasta gjaldmiðli í heimi. Ég get bara nefnt sem dæmi yngsta son minn, búin að kaupa sér íbúð fyrir 2 árum. Svona hefðbundin aðborgun að fara úr 250.000 í svona 450.000 á mánuði. Hvernig á unga fólki að koma sér þakki yfir höfuð? 95% að þið eru vextir. Já, og verðtrygging og hvað allt saman heitir sem bara við Íslendingar ætlum að sætta okkur við vegna þess að þetta er svo sveiflukenndur miðill, hann handar rosalega vel. Ég verða að fá að stinga einu. Þú er ekki nóg að vera hérna nefna einhverja málaflokka eins og að vera að gera, já, svo eru húsnæðismálin og svo eru útlendingar og eitthvað. Það er ekkert útskýrt sko hvernig eigi að gera þetta. Hvað er breytt á milli flokkana? Það leikur náttúrulega fyrir útlendingafrumvarp sem á þá að þvinga í gegn. Já, en ég meina það er búið að liggja fyrir lengi, sko. Já, en það var verið að tala um að það væri verið að leysa úr einhverjum ágreiningi, svo eru útlendingamálin nefnd sérstaklega og virkjanamálin. Það var gert í, hvað það er, 20. febrúar? Já, þetta er alls gert 20. febrúar, þá sömduðu þetta. Svo eru þið allir nósamul það nokkurnum vikur setna og svo aftur að semja það, skiljið, menn eru þetta bara svolítið að búa sér til einhverja stöðu og þeir eru ofta að búa sér til stöðu sko gegn hvort öðru í einhverju samningaviðræðum að því að það er verið að díla og víla með einhverja stóla. Við höfum ekki hugmyndum hvað eigi að gera í þessum málaflokkum. Við vitum að þau tala þá, en við vitum ekki hvernig þau ætla að gera þetta eða hvernig þau hafa samið þetta sín og milli. Og mér finnst það vanta svolítið inn í daginn í dag, miðað við það að hérna flokkar sem eru búin að vinna saman í allan þennan tíma, að þeir þurfa að taka marga daga. Fyrst allan tíman sem að Katrín og allir vita hún að fara fram. Alveg sínum við áramót. Svo ákveður hún að fara fram og þá líður helgi og svo eitthvað til. Það er alveg með ólíkindum að flokkar sem eru búin að vinna svona lengi saman þurfi allan þennan tíma til þess að stilla einhverja strengi og hérna það segir okkur bara það að þetta verður bara svolítið það sama og hefur verið. Þau er ekkert búin að ljúka þessum málaflokkum, þau eru klukkið á eitthvað í einhverjum viðtölum. Nákvæmlega, við verðum aðeins að minnast pínlítið á innviðaráðuneytið og húsnæðismálin pínlítið til að benda á það að hér hafa flættu hundruði milljónir, ef ekki bara milljarðar í alls konar starfshópa, stýrihópa, nefndir, hvítbók og grænbók, 35.000 íbúðir á teikniborðinu. Og ég bara skora á innviðaráðherra hver sem hann er og hvað sem hann heitir og hvaða tíma sem er, ætla að tróða hér 1000 fjölskyldna inn í einhverjar teikningar og teikniborðinu hjá innviðaráðuneytinu. Við viljum sjá íbúðirnar rísa. Við viljum sjá efndir, ekki bara innantómt blaður eins og við erum búin að þurfa að þola hérna síðustu 7 ára. En að því að það eru 2 þingmenn hérna að begja sko, á hverju
ber ekki fram fyrirspurn á Alþingi það sko hvað mikli fjármunir, þetta stóra fréttin í dag, hversu mikli fjármunir hafa síðustu árum frá því að vaxtahækkunarferli byrjaði farið frá lántakendum til fjármagnseigendum í landinu. Hversu margir milljarðar eru þarna á ferðinni? Þetta eru sennilega stærstu fjármagnsflutningar í seinni tíð á Íslandi. Fáið svar við þessu. Þú getur byggt Breiðholt fyrir þennan pening. Við erum með svar við þessu og það náttúrulega líka endalega galið að Keldnaholtið hafi verið látið vera út í útborgun á í rauninni samgöngusáttmála sem var síðan slegin út af borðinu. Þannig nú stendur þetta Keldnaland algjörlega óhreyft í stað þess að við höfum að ráðast í uppbyggingu og skipulagningu á þessu risasvæði fyrir löngu síðan, nýtt Breiðholt, nýr Grafavog og Grafarholt, hvað eina sem við getum kallað það, en við eigum landið, það er ekki eins og sé skortur á því, en hér hefur verið rekin lóða skorta stefna og það eru húsnæðismálin sem eru aðal orsakavaldur á þessu efnahagsástandi sem við erum að glíma við í dag og ekkert annað. Inga, þú eru líka að taka með í jöfnuna að það er auðvitað ekki þannig að verktakar sé eitthvað æstir í að reisa byggingar núna og meðan að vextirnir eru svona háir. Þeir vilja það ekki auðvitað. Nei, þetta er einmitt vandinn. Við erum alltaf að búa til þetta vandamál þar sem að vaxtakjör koma í veg fyrir það að það sé hægt að gera mjög mikilvæga hluti. Húsnæðismálin eru bara mjög svona glöggt dæmi þetta. Við erum alltaf að fást við afleiðingar, ekki ásökjum. Já, það er bara svoleiðis. Það hefur verið í sögunni, þá hafa ýmsir aðilar en verktakar byggt upp húsnæði. Það voru byggingasamvinnufélög sem byggðu meðal annars blokkina sem Katrín Jakobsdóttir býr í. Og það voru byggingafélög sem byggðu upp stóra hluta Breiðholtinu. Við meðum ekki gleyma því að það var Sjálfstæðisflokkurinn í kringum 2000 sem aflæði verkamannabústaðakerfið. Það var bara pólitík. En ríkisstjórnin, hún segir það að það hafi verið mjög mikilvægt að sterk ríkisstjórn myndi halda saman á þessum erfiðu tímum það sem að væri að kljást við verðbólgu. Og það var eiginlega Sigurður Ingi orðað þetta eitthvað þannig. Það var eins og fagnaðarefni að ríkisstjórnin hafi haldið saman til þess að kljást við verðbólguna. Og ég hugsaði svona sem bara íbúi hérna í landinu, voru það ekki þið sem að byggu til verðbólguna, þessi ríkisstjórn? Jú. Akkur er þá fögnuður að hún setið áfram? Mér finnst eins og sko tónnin í því sem að heyrðist í dag var sérstaklega hjá Bjarna að sko svo stöðuleika elementið í hinnum pólitísku skilaboðum eru þau að hann getur forðast kosningar alveg fram að september 2025. Við þurfum ekkert að kjósa fyrir þá því að náttúrulega Bjarni Benediktsson hatar fátt meira heldur kosningar, kannski blaðamenn og utanríkisráðuneyti, ég veit það ekki, en hann vill það ekki náttúrulega. Þessi fæling frá því að mæta kjósendum er alveg með ólíkindum sem ég bara heilega skil ekki. Ég meina það kostar eitthvað eins og 10-15 fermingavislur að halda kosningar hér. Það er að segja fyrir þetta náttúrulega þessum að frambjóðendur eyða. Þannig að hví ekki að bara drífa í því. Og ef það var ekki að fara að tala það að kosningar núna í júní myndi fara að trufla forstakostningarnar, þá er það náttúrulega bara algjört grín því að það náttúrulega þessar forstakostningar munu snúast mikið til náttúrulega pólitík fyrir ára vegna frambjóðs Katrínar. Þannig að þetta er ótrúlegur svona sýn sem menn hafa, þar að segja einhvern veginn á það að forðast í lengstu lög að hleypa alþýðinni, fólkinu, einhvern veginn að þessu okkar litla valdakerfi því að þetta er bara Stefán sem finnst sinna ættin sem hann einhvern veginn að skáka til og frá sínum eigin völdum. Þannig sé ég þetta. Bjarni sagði síðast fyrir kosningarnar 2021 að þá kom til umræðu hvort það væri ekki eðlilegra að kjósa að vori að því að það væri tómt vesen að kjósa svona hausti. Þá sagði hann að til hvers haldið að maður sé að brjótast til valda til þess að gefa þau frá sér og þá var hann að tala bara 4-5 mánuði. Þannig ég held að hans afstæði bara svo ef þú ert búin að ná því að komast inn í ríkisstjórn þá ætti ekki að gefa því frá þér þótt að sé eitthvað almenningur vilji kjósa eða eitthvað. Nei, mér minnir nú að Katrín hafi talað þannig að það yrði kosningar í síðasta lagi næsta eða sérstaklega vorið 2025 en Bjarni hélt í alveg opnu í dag að það geti tekst fram á haustið sko þannig að hann hangir að þessu eins og 100 á róði eins lengi og hann getur. Já. Það er náttúrulega mjög óeðlilegt út af fjárlagavinnunni að vera að hafa haustkosningar. Mjög farligt. Það var landsfundur Sjálfstæðisflokksins í haust og mikið búið að tala um það að Bjarni sé á leiðinni í burtu, líklega því að margir vilja bara losna við hann og ég held að séu margir inn í Sjálfstæðisflokksins sem meta að hann er ólíklegur til þess að rífa fylgi flokksins.
Nú þegar hann orðinn forsætisráðherra þá gerist það nú mjög ólíklegt að hann stígi einhvern veginn til hliðar. Það var rætt það í þessari stjórnarmyndun að það væri svona lag að hann myndi hleypa Þórdísi Kolbrúnu inn í forsætisráðuneytið sem yrði þar leiðandi með ótrúlega sterka stöðu á landsfundi þar sem valinn næsti formaður. En með þessari ákvörðun þá eiginlega ljóst að Bjarni ætla bara að vera áfram í pólitík. Ekki? Jú, manni myndi nú finnast það líklegast úr því að hann orðinn forsætisráðherra það verði en það svona svolítið erfitt að átta sig á því hvernig landi liggur oft í öðrum flokkum. Það ekki gott að vera bara nokkra mánuði í forsætisráðuneytinu, þú verður eiginlega klárað þetta. Ég ímynda mér alveg að þau séu öll að hugsa það að það geti vel komið til kosninga eitthvað fyrir sko. Ég held að þetta verði bara stöðum að eftir því sem að hlutunum vindu fram og hvernig skoðanakannanir þróast og annað sko. Ég held að þetta sé alveg þannig að allir flokkarnir leita af einhverju tækifæri jafnvel til að sprengja sko. En það þarf þá eitthvað að breytast í landslæginu til þess að það verði. Auðvitað þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf unnið þannig að hann sækist eftir völdum, hann vill leiða og hann hefur oft leitt og allt þetta og þetta svona svolítið identity máli í Sjálfstæðisflokknum þannig að Bjarni nú örugglega búin að styrkja stöðu sína innan flokksins með því að verða forsætisráðherra myndi ég halda en svo veit maður ekkert hvernig þetta þróast. Sjálfstæðisflokkurinn sprengir ekki meðan að Bjarni í forsætisráðherra. Ólíklegt. Alls ekki, en saga Sjálfstæðisflokks er náttúrulega saga valdaflokks sem hefur reynt að halda öðrum frá völdum. Þetta er saga flokks sem sko hefur staðið í vegi fyrir frálsi samkeppni því að venjulegu maður getur stofnað fyrirtæki og svo framvegis við viljum manni hvernig klíka hans tók á móti Palma í Hagkaup og Jóhannes í Bónus og sínum tíma þetta voru menn sem sko eyðilögðu heildsalaveldið, eyðilögðu sko hryggjarstykki í flokknum. Þessi flokkur er alltaf staðið á móti einkaframtakinu. Hinn hreina og sanna einkaframtaki þegar hann hefur setið við völd til að halda sínu fólki við kjötkallana. Þetta er saga Sjálfstæðisflokksins og það vita það allir. Hannes Hólmsteinn getur tekið undir þetta. En sko við vorum átt okkur á því að þessi flokkur er ekki svo mikið í pólitík. Hann er ekkit endilega með sko svo sterk stefnumál. Ég meina hann hefur haldið fram að það leggja niður ríkisútvarp í áratugi. Hann gerir ekkit í því. Þetta er allt til heimabrúks og svo framvegis og annað er í þessum dúr. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei verið mjög mikil í pólitík. Þú ert ekki hrifinn af þessu flokki? Nei, ég er ekki hrifinn af þessu flokki vegna þess að hann er ekki í sko stjórnmálum til þess að bæta hag almennings. Mér finnst stjórnmál eiga snúast fyrst og fremst eitt atrið að bæta hag almennings. Sjálfstæðisflokknum virðist vera nokkuð saman það. Ég tek undir það sko. Ég hef nú gjarnan sagt að Sjálfstæðisflokkurinn og hans stefna hún er bara fyrir fáa útvalda gæðinga og þegar ég hef nú fengið stundum ákúrur frá einmitt þingmönnum Sjálfstæðisflokksins fyrir mína hatrömmu framgöngu oft í ræðustóli gagvart þeirra stjórnuna þá hef ég nú gjarnan sagt að flokkur fólksins þarf ekki að aðstoða kjósendur Sjálfstæðisflokksins. Þeir þurfa ekki á flokki fólksins að halda. Þeir eiga nú venjulega nóg fyrir sig. Við erum nú frekar einhvers staðar annar staðar. En Framsókn, hvernig kemur Framsókn út úr þessu? Fjármálaráðuneytið, það er náttúrulega langvaldamesta ráðuneyti á Íslandi. Það er, ég held að sé ofmetið hvað mikil völdur í forsætisráðuneytinu. Ég held að þetta hafi verið það sem hafi verið erfiðast. Sko, Bjarni í fyrsta lagi vildi náttúrulega sína mátt sinn og megin og flokksins, stærsti flokkurinn á þingi og við gefum ekki eftir meira forsætisráðuneytið. Og ég held að út af þessari stöðu, skoðanakannan og annarslið sem sýnir hvað til dæmis Framsókn hefur veikst það mikið að þeir eru búin að missa allt sitt í borginni til dæmis, bæði hvort það er á þingi eða í borginni. 58% af kjósendur þeir eru farnir. Já, þannig að ég er að segja sko, hinir flokkarnir þeirra meðreiðasveinarnir eru það veikir að Sjálfstæðisflokkurinn er líka sá flokkur sem gerir alltaf ítrustu kröfur. Hann er alltaf í réttarsalnum sko. Hann er í réttarsalnum, hann gerir ítrustu kröfur og svo er hann með varakröfur og þrautavarakröfur og þrautavarakröfur. Hann gerir alltaf ítrustu kröfur og fer eins langt eins og að mögulega kemst. Og í þessu tilvíki held ég að það hafi verið erfiðast fyrir þá að sjá eftir fjármálaráðuneytinu. Ég held að það bara vilja hafa þetta allt saman sko, í alvöru talað. Þannig ég held að það hefði verið svolítið erfitt og svo var það var gaman að heyra Bjarni að segja einmitt í daga, svo hefði hann nú Sigurð Inga. Hann hafði nú ekki mikla áhyggjur að þeir væru nú búin að vera hérna svo lengi saman. Hann hefði nú alltaf Sigurð Inga sko. En Sigurður Ingi er bara akkurat ekkert í fjármálaráðuneytinu akkurat núna. Fjárlögin fyrir árið 2024 voru afgreidd í desember 2023. Fjármálaáætlun er tilbúin og hún kemur þá væntanlega inn, hann er búið að fresta henni tvisvar núna og hún væntanlega við fáum hana í fangi núna 15. ef
allt gengur eftir, kannski verður henni fresta einu sinni en að því að Sigurður Ingi þarf að æfa nýju rulluna, ég veit það ekki, en þetta gaman að velta þessu, það gaman að pæla í þessu, en fyrst og síðast þetta hræðslubandalag. Ég held að Framsóknarflokki líði afskaplega illa núna þessar myndir vegna þess að sko þeir mælast ítrekkað vel undir miðflokknum og það óbærilegt fyrir sko fórustu Framsóknarflokksins og vini mína í þingliði þeirra að vera ítrekkað undir Sigmundi Davíð nafna mínum í vinsældum. Sem mjög glaður þessa dagana. Sem mjög glaður þessa dagana og vígalegur og tilbúin í kosningar sem aldrei fyrr og eðlilega, ég menna pólitík snýst að hrífa kjósendur og hann virðist vera að gera það með sínum útlendingamálum og mjög einbeittur í þeim efnum og auðvitað náttúrulega hann líka að stela miklu fylgja af Sjálfstæðisflokknum þannig að pólitíkin náttúrulega svolítið að breytast og í þessum töluorðum og við sjáum að Samfylkingin í hæstu hæðum og sko líklegast að niðurstaðan eftir næstu kosningar Reykjavíkurmódelið við völd í landinu og þá spyrir maður sig sko stóra breytin í því hvað Framsóknarflokkur mun fá mikið fylgi í næstu kosningum það hvers konar stjórn muni taka við vegna þess að augljóslega, það eina augljóslega að Sjálfstæðisflokkur verður ekki við völd í þeirri stjórn. Ég held að það sé engan veginn augljóst. Ég hef heyrt þegar maður hlustar á málflutning til dæmis Samfylkingarinnar að þá finnst mér hún vera að tala sig inn í hjarta Sjálfstæðisflokksins meir og meir til að mynda í orku og útlendingamálum sem að voru nú stærsti ásteytingarsteinning greinilega fyrir myndun þessara nýju ríkisstjórnar núna eða komar framhaldslífsstjórnar og þannig að mér finnst sko líklegasta stjórnarmynstrið út úr næstu kostningum ef við myndum fara í kostningar til dæmis í haust yrðu Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Ég held að ég sé sammála því vegna þess að það einhvern veginn orðræðan hefur verið ekki þá áttina því hefur alltaf ekki verið hafnað og einhvern veginn áferðin það svona, já, það verið að máta þá myndandi, fyrst mér. Ég ekki fjarið því að þetta sé rétt mat. Og ég óttast svolítið þá mynd og ég hugsa sko þegar að fólk til dæmis að ráðast af offási á Katrínu Jakobsdóttur eins og hefur verið núna síðustu daga í sambandi við þetta forsetakjör og hvernig til tókst með þessar síðustu 2 ríkisstjórnir og allt það, þá gleymir fólk kannski einni breytu á þess að ég nú ekki aðdáandi þessara ríkisstjórnarsamstarf eins og allir vita, en fólk gleymir svolítið því að sko stjórnmálamenn þurfa að hafa kjósendur á bakvið sig og ef við horfum bara yfir hið pólitíska landslag núna að þá erum við bara eins og víðar í Evrópu, við erum að horfast í augu við bara miklaska hægrisveiflu og það ekkit bara þarna á stjórnmálasviðinu í því að miðflokkunum að vaksa ásmegin og svona, það líka bara í áherslumálum flokkana. Við erum að sjá að það eru ýmis mál undan að láta sem okkur fannst áður vera svona hjartansmál vinstrimanna. Og það að Samfylkingin sé að fá þetta gríðarlega fjöldafylgi en leið með þessar hörðu hægri áherslur til dæmis í útlendingamálum og í virkjanamálum. Ég hef áhyggjur af því. En okkur er þetta að tala um árásir á Katrínu síðan? Nei, ég er bara að tala í þessu samhengi. Þetta meina það að hún hafi verið einhvers konar hemill á fasistasveiflu í landinu. Nei, hún var ekki. Það nákvæmlega engin hemill verið. Þetta er algjörlega verið hömlulaus. Ég meina, hún verður bara að axla ábyrgð því og kyngja því og taka því og fara inn í forsetakosningarnar með þá arleið að hafa leitt hér mestu nýfrjálshyggju í sögu íslenska lýðveldisins. Það held ég reyndar sé ekki rétt mat hjá þig, Kristín, að þetta hafi verið versta nýfrjálshyggju. Nei, en þetta var vissulega hægri stjórn. Þetta var ekki lýðræði á það. En þarna það sem ég er að tala það er að þegar við vorum sem sagt þarna ef við tökum bara síðustu 2 ríkisstjórnir að þegar það var verið að mynda ríkisstjórnina sem sagt upphaflega þegar var verið að mynda þessa stjórn þá var nú farið í einhvers konar vinstri viðræður og þá var þarna Framsóknarflokkurinn harður á því til dæmis að vilja ekki vinna með Pírötum og það var megin ástæða þess að þetta stjórnarmynstur fór á. Það hafi verið sýndarviðræður og það hafi alltaf verið Já, en það var allavega þannig að Framsóknarflokkurinn þverneitaði að ræða við það að Píratar yrðu hluti af þessu stjórnarmynstri. Þannig að það var ekki raunverulega hægt að mynda þá stjórn sem hefði verið óskastjórn eftir þær kosningar. Og síður en svo er það hægt núna ef hlutirnir fara eins og þeir fara. En auðvitað er það þannig að menn eru auðvitað bara með einhver úrslit í fanginu og ef það verður þannig að það verður möguleiki á 2 flokka stjórn fyrir Samfylkinguna
eða sjálfstæðisflokkin eftir atvikum hvernig við túlkum það, eða þá einhverju stjórn sem þá mögulega með 4 eða 5, að þá hlýtur það að vera eitthvað sem að muni kýtla samfylkinguna þegar menn standa frammi fyrir þeim veruleika, en það svo sem bara vilt að ráða í þetta. Mér finnst einhvern veginn eins og svona að sko ríkisstjórnin að reyna að bíða af sér eitthvað sem við vitum ekki alveg hvað er og vilja vextinni fari niður og vilja samfélkingi fari niður. Já, en ég meina vextinni fari niður, þeir fóru ekki niður síðast, okkur fóru þeir ekki niður. Það var vegna þess að það var ekki búið að sína fram á hvernig menn ætluðu að fara með ríkisfjármálin. En Sigmar, varðandi samfélkinguna, því að þú ert þarna einhvers staðar ættir að vera hægra megin við hana, en núna alveg augljóst og ég tek alveg undir þetta að það sem að hefur breyst hjá samfélkinguna, hún að bara skrapa af sér svona öll horn sem að getur rekist í sjálfstæðisflokkinn. Það í útlendingamálum, í orkumálum, þau eru að tala svona tough on crime og þau eru bara Evrópusambandið í skúffuna. Evrópusambandið í skúffuna, stjórnarskránni í skúffuna. Eru þið ekki bara á vinstra megin í samfélaginu? Ég skal ekki segja. Þetta hins vegar alveg rétt og það hefur farið furðu lítil umræða fram þetta að samfélkingin búin að breytast mjög mikið og þetta eins og menn bara svona leyfi því að gerast á meðan að fylgið svona hátt í skoðanakönnunum. Þetta svo flokkur sem hefur talað mest fyrir Evrópusambandsaðild og nýjum gjaldmiðli í gegnum áratugina. Það skiptir orðið ekki neinu sérstöku máli í dag virðist manni vera sko. Og þessi orðræða formanns samfylkingarinnar velferðarkerfið og útlendinga og hælisleitendur, þetta hefði maður ekki heyrt hjá samfylkingunni fyrir einhverju síðan. Þannig að það þetta miklu minna bil á milli þessara tveggja flokka ef við viljum tekna það upp núna heldur en var. En svo hvað verður síðan þegar menn alltaf mynda ríkisstjórn, veit ég ekki. Orkumálin nú annað, þetta hefur nú stundu verið fyrirstað þarna á milli þessara flokka. Þau ætla að boða... Já, orkumálin náttúrulega stórmál framtíðarinnar þegar við erum að horfa fram á orkuskiptin og hvernig í rauninni búið að snúa og afvegaleiða þá umræðu og í rauninni gera það verkum að það eins og loftslagsmarkmiðin sé komin í stríð við náttúru Ísland sem náttúrulega alls ekki... Aðeins að skjóta inn að því að Jóhann Páll satt þar sem þú sittur núna, Sigmar, í gærkvöldi og Birni Þorláksinni og Brynjar Níelsson þar sem að Sigmundur satt og Brynjar held ég hafi sagt 8 sinnum í þættinu hvað Jóhann Páll væri skynsamur. Gleymið því ekki að við erum átt okkur að fyrir hvað samfélkingin stendur. Samfélkingin í grunninn sósíaldemókratískur flokkur, svona frá miðju yfir til vinstri. Hann staðsettur þar. Heilbrigður svona sósíaldemókratismi hefur staðið mjög gjarnan fyrir að vinna sér velferð með atvinnulífinu til þess að halda uppi atvinnustígi og sterku velferðarkerfi og mér finnst Kristrún í rauninni bara einfallega að vera að breyka ásýnd flokksins frá því að hann var kannski fullur vinstrisinnaður undir stjórn Jóhannu Sigurðardóttur og það var alltala á þeim tíma Jóhann hefði tekið flokkinn allt og langt til vinstri á þeim tíma, hvað sem rétt í því. Kristrún í rauninni að opna flokkinn á vissan hátt og breyka ásýnd flokksins, hvort sem ennum líka það betur eða verð. Og þessi absolutismi svona smá sem hann að hverfa úr þeim flokki að þeir geti ekki hugsað sér neitt ef þetta gerist ekki og svo framvegis. Þannig að þetta raunin að gerast hjá Kristrúnu og samfélkingunni. Eins finnst sjálfstæðisflokkur vonduflokkur. Það var auðvitað að þið finnst samfélkingur að góðu flokkur. Særu þessar 2 flokka saman í ríkisstjórn? Nei, alls ekki og ég held að gangi enga veginn eftir. Og það ég pólitískt harakýri að mínu viti fyrir Kristrúnu Frostadóttur að leiða sjálf sér til valda með þeim flokki vegna þess að það nú stundir eru þetta mestu andstæðurnar í íslenskri pólitík. Sigmundur Ernir, þú hlýtur bara sem gamall blaðamaður að hafa heyrt eða hafa séð tilhneiginguna til þess að þessara afla til að nálgast í gegnum umræðuna. Það ég held að Kristrún Frostadóttur sé ekki að breyta samfélkingu til þess að geðjast sjálfstæðarflokknum. Það held ég sé engan til að vera stjórntæk eins og sagt. Já, ég myndi bara kannski byrja að líta þá í ræturnar, hvaðan kemur Kristrún Frostadóttir og hver hennar bakgrunnur í til dæmis pólitík. Hún var í sjálfstæðarflokknum og allt hennar bakland skilst mér meira og minna og fyrir utan það að síðan fer hún yfir í Viðreisn á einhvern tímapunkti. Hún kemur úr fjármálakerfinu, hún var hagfræðingur Kvikubanka, áður nú fer og tekur við formennsku samfylkingar.
og allt það, við vitum náttúrulega hvernig það fór. En hún var ekki í Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn þetta? Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei. Hún staldraði eitthvað aðeins við í málefnastarfi í Viðreisn í eitthvað tíma, hef ég heyrt það. Nú kom hún Sjálfstæðisflokknum þaðan, sko. Já, ég ætla að vona ég sé ekki að segja mikið ósatt. Hún var hagfræðingur viðskiptaráðs. Já, þannig að við segjum sko, þegar við erum að tala um að sníða agnúana, það eina sem ég tek eftir sérstaklega núna þegar við erum að tala um sko, allt í gangi, allir sko, kringlan okkar í Alþingishúsinu gjössalega smekkfull af blaðamönnum og allir vilja eiga viðtöl við formenn sérstaklega eða þingflokksformenn, þá hefur Kristrún Frostadóttir ekki sést. Hún dregur sig alltaf til hlés ef það eitthvað sem mikið að vera og einhver svona átakalínur og eitthvað svona þá hefur það verið þessi tilneying. Hún að gera mjög góða hluti með Samfylkinguna og að skora þetta hátt. Við vitum hún hefur algjör sigurvegari síðasta könnun sín 12% yfir Sjálfstæðisflokknum. Þannig að hún hefur gjarnan haft það þannig að hafa láta sem minnst fyrir sér fara og sigla í gegnum hlutina án þess að koma allt of mikið að mikrofóninum alveg ámvend við þessa konu sem ég situr en sko, þannig að hvað sem það þýðir að þá hefur það verið að ganga upp en ég ekki viss að það fylgir Samfylkingunni fram á kjördag að segja sem minnst af því að það gæti verið óvinsælt út í kosmóið. Ok, ef að Bjarna tekst að halda lífi ríkisstjórnin í 18 mánuði, tekst Kristrún Frostadóttir að halda niður í sér andanum í 18 mánuði? Það spurningin. Ég hef ekki tekið eftir að hún sé að flýja athyglinna, hún náttúrulega dreifir líka svolítið völdum, ég meina hún lætur Loga Einarsson við minn tala býsna mikið og það bara vel, en hún hefur tekið þátt í pólitíkina mínu viti á fullu á síðustu vikum og mánuðum. Og ég meina við höfum einmitt verið að tala um það hér í þessum þætti að hún hefur verið sko að tala fyrir miklum breytingum í flokknum og þannig að hún hefur talað eitthvað. Já, hún hefur verið sko mest ábyrrandi út á landsbyggðinni og í kosningabaráttu. Hún er sá stjórnmálamaður og líka Sigmundur Davíð hefur haft líka verið mjög klóku hvað það varðar að vera í blússandi kosningabaráttu og meðan að þingi að fullum störfum þannig að hún hefur verið að funda út allt land með bæði fyrirtækjum og bara fólki, bara almenningi og svona kynna sig, sína sig og sjá aðra og það að skila sér. Ég tel að það sé ástæðan fyrir því að hún að ná þessu mikla árangri, það hennar persónu töfrar gagnvart því að vera fylgin sér og að fara á meðal fólks. Það hennar taktík og hún að virka vel. Hún tekur sér dagskrárvaldið, hún ekki svona viðbragðspólitík. Ég veit, þau voru að setja eitthvað heilbrigðismál á dagskrá hérna kringum jólin. Ég hef ekki heyrt neitt talað um það. Ég sé ekki alveg hvað hún tekur dagskrárvaldið. Hún tók dagskrárvaldið með breytingu í stefnu Samfylkingarinnar varðandi innflytjendur, það tók hún dagskrárvaldið. Já, það var náttúrulega ákveðin skýr stefnumbreyting og kannski sótt það eftir helgaferð til Köpen, ég veit það ekki, danska módelið, en einhvað síður auðvitað á hún sem ekki, það góð svona lenska í pólitík að vera ekkert að blanda sér allt og mikið í átökin ef anstæðingar að skjóta sig í lappirnar alveg á fullu, leifið það bara eiga svið í það, og það náttúrulega síðan kemur náttúrulega að hinnum alvöru slag, ég meina Keir Starmer í Bretlandi svona svipuðum gír, íhaldið þar náttúrulega svo upptekið að því að skiptum forsætisráðherra einu svona í mánuði. Liz Truss var hún réð ríkjum sko, ég taldi þetta, hún var sko 3 dögum skemur í embætti heldur og Jörundur 100 dagkonungur þannig að þú veist, bara sem dæmi þannig að auðvitað bólgnar fylgið út, við erum að sjá hérna mjög óvinsæla ríkisstjórn sem að núna í einhverju transformasjón yfir eitthvað nýtt undir nýju andliti en óvinsælli leiðtoga. Á meðan náttúrulega þá voðalega mikil taktík að halda sér til hlés og sjá svona fylgistölurnar lyfta sig og þá kannski ennþá eykst tilhengið til þess að vera ekki mikið að blanda sig í eitthvað óvinsælt. Taktísk er það ekki vitlaus nálgun en síðan alltaf kemur að slagnum. Hann bara ekkert byrjað. Ég held sem mjög mikilvægt fyrir stjórnmálamenn að fara út á meðal fólksins og heyra hvað það segir vegna þess að fólki þar segir allt aðra sögu heldur en kannski ómarinn í sölum Alþingis. Mér finnst til dæmis pólitíkin á undanförnum árum í tíð þessara ríkisstjórnar ekkert hafa aðhafst. Pólitíkin hefur ekki verið í pólitík.
maður heyrir unga fólki kvart og endan sko himinháan vöxtum sem sko mönnum hefði verið stungið í fangilsi hérna í eina tíð þegar ég var að byrja í blaðamennsku fyrir slíka vexti sem nú í gangi og svo framvegis og við vitum alveg á hverju þessi vextir eru svona háir. Og þeir eru allavega hærri í Rússlandi og Úkraínu, það eru löndin sem eru ofar lægri annar staðar. Það er huggun í því en sko við erum að sýna held ég í kvöld þátt á Ríkissjónvarpinu þar sem sko 200 Íslendingar inn á hjúkrunarheimili á þess að hafa náð til þess aldurs og við erum að sjá kjör aldrara, það eru sko heilu bunkarnir af fólki sem eru að vera 70 núna sem upplifir sig sem fátæk gamalmenn á Íslandi. Fátæk gamalmenn á Íslandi, þetta er að vera eitt stærsta vandamálið á komandi árum. Við sjáum alveg hvernig heilbrigðiskerfið og svo framvegis. Þannig að sko pólitíkin er ekkert endilega mjög mikilli pólitík og við sjáum til dæmis bara á valdatíma Sjálfstæðisflokksins á síðustu 7 árum hefur allavega verið smíðu virkun. En ætti þá stjórnarandstaðan ekki að vera í mikilli pólitík? Jú. En við erum eiginlega að tala að vanti svolítið upp á þau. Ég sakna raunverulega úrbóta fyrir almenning í landinu. Já, þegar við verðum að tala dagskrárvaldi í pólitíkinni þá er það náttúrulega þannig að ríkisstjórnin er alltaf að taka sér dagskrárvaldi en kannski ekki alveg á þeim forsendur sem hún vildi, sko. Þetta snýst auðvitað bara svolítið og það er bara áslega eðlilegt að því að við sjáum auðvitað að þú veist, málum er ekkert þokan eitt áfram að því að það er ágreiningur þarna á milli og þá auðvitað bara kæfir það auðvitað svolítið allt annað, sko. En ég ætla nú svo sem ekkert mikið að blanda mér inn í þetta með Kristrúnu Frostadóttur og hvernig hún haga sinni pólitík, en auðvitað er það þannig eins og Kristi Hrafnsson er að benda á að svona hinn eiginlega kostingabarátta er ekkert byrjuð og maður hefur auðvitað tekið svolítið eftir því að því að samfylkingin, þetta sínu auðvitað greiningar líka, samfylkingin hefur verið að taka mikið fylgi af eins merkilegt og það er Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og VG. Þessi flokkar hafa hins vegar pólitískt ekkert verið að mæta samfylkingunni í því að því að þau eru auðvitað svo upptekinn inn á milli í einhverjum slag, sko. Þannig að það er eiginlega bara svolítið þannig að dagskrárvaldi hefur verið hjá ríkisstjórninni en á auðvitað bara bandvitlausum forsetum. Við langar í beinu framhaldi að því sem að til dæmis Sigmundur Ernir er að benda á þegar hann tala stöðu eldra fólks. Þá tölum við til dæmis, langar með tala stjórnskipan pínlítið, stjórnskipan landsins og hver er í rauninni starfsvettvangur framkvæmda valdsins, hvað er ráðherrarnir að gera? Jú, þeir að fara að vilja löggjafans. Ef að löggjafinn samþykkir eitthvað, þá er það ráðherrans í því ráðuneyti sem heyrir undir það málefnasvið að framkvæma vilja löggjafans. Það er þingra það er nefnilega nákvæmlega þannig að fyrir 2 árum síðan, 1,5 ári síðan, þá samþykkti allt þingið að koma með hagsmunafulltrúa eldra fólks. Það var bara samþykkt og ráðherrann Guðmundur Ingi Guðbrandsson átt að sjá til þess að þetta embætti yrði starfrækt og hvers vegna hvert á markmiði með því. Það var til að koma í veg fyrir það að við fyndum hér 24 eldri borgar og hverju einasta ári dána heima á sér aleina. Búnir að liggja mismunandi lengi dánir heimi á sér, allt upp í 3 mánuði sem ég veit um. Ég er að segja, og það var til þess að kortleggja stöðu, félagslega einangrun, hjálpa þeim að glíma við stjórnsýsluna, þau eru öll voða óörugg gagnvart almannatryggingakerfinu og þessu hérna hugtaki hver er réttur minn. Þau vita það ekki. Nákvæmlega og nákvæmlega þessi hagsmunafulltrúi fyrir það eldra fólk, þessi ráðherra hendunum í rusli, þess vegna segja ég það er hver afglöpin í starfi finnst mér á fætur öðru sem að við erum að sjá að þessir embættismenn, þessir ráðherrar, þessir fulltrúa framkvæmdavaldsins taka sér, þeir leggja bara undir sig hausinn og keyra bara í gegnum þetta eins og þessi hafnir yfir í raunni lög og rétt. Löggjafinn er sá sem setur það reglunar. Ráðherran á að gjöra svo vel sem fulltrúi framkvæmdavaldsins að gera það sem löggjafinn segir þeim að gera. Þess vegna er ég að segja það svo þegar Sigmundur Davíð er að benda á þessa óþolandi stöðu hjá fátæku fólki og öldruðu fólki sem að við vitum að öldrun vex, við verðum eldri, við erum frískari og virkari. Hvers vegna er verið að hamla fólki að bjarga sér sjálfu? Af hverju fær fátækt fólk sem er á til dæmis almannatryggingagreiðslum ekki að bjarga sér í 2 tíma á dag, aðra hverja viku eða hvenær sem það treysti sér til að fara út á vinnumarkaðinn til þess að reyna að drífa tekjurnar sínar án þess að ríkisvaldi refsi því. Sko, við erum að sjá það að sama hvert litið það er algjör lítilsvirðing gagnvart fólki sem að stendur höllustu fæti í þessu samfélagi og núna það síðasta að þessi ágætti ráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem situr þarna sem fastast í velferðarráðuneytinu hann er hreinlega með sko
hvað heitir þetta nú aftur, hann hreinlega með árás, hann gerir hreinlega bara aðför af fötluðu fólki sem vinnur á venduðu vinnustuð. Og það allt saman í nafni samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem liggur ofan í skúffu velferðarráðuneytis og ég hef mælt fyrir 5 sinnum á Alþingi Íslendinga. Hann aldrei lögfestur, en það verið að byggja alls konar hluti sem verið að gera aðförun að öryrkjum og eldra fólki og fötluðu fólki. Hún gerð í nafni samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks eins og þurfi eitthvað að vera aðlaga kerfið okkar að samningnum. Honum verður ekki breytt og það í hvergi og þau rangtúlkar meiri segja. Það hvergi nokkuð staða sem stendur að það eigi að láta fatlað fólk á almenna vinnumarkað án aðgreiningar. Auðvitað hlýtur það að fara eftir því hvernig ástandið hjá einstaklingnum, andlega sem líkamlega. Við langar að halda áfram að tala flokkana og að því að við vorum að tala Samfylkinguna að þegar að fylgi við Pírata óx mikið þarna á tímabilinu 2016 til 17 eða 2015 til 16. Þá held ég að maður hefur orðað þannig að svona skip hinna óanægðu sem voru óanægð með ríkisstjórnina lagðist upp að bryggju Pírata. Og það verið svolítið hættulegt fyrir þá að túlka það að fólk hefði valið það út af stefnu Pírata. Og við langar að spyrja ykkur, mikið fylgi Samfylkingarinnar einfallega bara sjúkdómseinkenni á óvinsælli ríkisstjórn eða eins og sumir vilja túlka að það sé út af stefnubreytingu í Samfylkingarinnar, að það sé, hún sé orðið líkari í Sjálfstæðisflokknum, að það sé minni upplöp í henni, að fólki finnst Kristrún Frostadóttir vera geðug manneskja, eða það vill bara svo til að þegar að traust á stjórnarflokkunum minnkar, að þá fer fólk eitthvað og það ekki eins og maður sé að svara skoðanakönnunum með einhverju mikilli yfirlegu, maður segir bara eitthvað. Ég held að þetta sé nú bara þetta sé raunverulegt allt, já, ég held að þetta sé bara þetta allt og það sé raunveruleikin í dag sá að fylgi á miklu meiri hreyfingu og flokkarnir get ekki lengur gengið út frá þessum svona fasta kjarna sem þið gátu og fólk miklu sjálfstæðara í þarna vali sínu og það flakkar meira og það lætur bara kilfur á það kasti. Þannig að við ekki lengur að horfa upp á þetta rosalega mikla fastafylgi flokka. Það allt öðruvísi svona kosningahegðun í dag heldur var. En það ekki endurspeglun á aukinni fjarlægð stjórnmálana einmitt frá almenningi og tengslaleysi sem að skapar þetta að það orðið miklu minna mál að flögra á milli. Vegna þess að fólk hreinlega að koma þarna að hlaðborðinu og þetta bara dálítið fermingaveislu borðið frá 8. áratugnum með rækjum í hlaupi. Það ekkert of margt spennandi þarna og þá bara einhvern veginn skásti valkosturinn orðin svona meira ofan á heldur náður. Það líka meiri einstaklingshyggja í samfélaginu þannig að fólk minna í pólitísku starfi, fólk vill ekki vera í svona félagsstarfi nema bara fá greitt fyrir það. En það ekki líka bara vegna þess að minna á því á pólitísku starfi vegna þess að málefni hreinlega ekki að hafa þetta fólks. Þú veit stýra þess að píluniti Smári frá málefnunum yfir í kerfis elementin, flokkana sjálfa sem ég held að sé ákveðin galli. Ég held að það sé ákveðin galli sem við erum að lenda í. Við erum búin að vera að tæpa á óbúslega mikilvægum málum, hag aldraðra og öryrkja, drottum með dýri, húsnæðismálin sem bara í gersamlega rúst. Gjaldmiðillinn, þessi króna sem svo mikið grín að það bara þú veist, það myndi vera stórkostlega til bóta ef við myndum taka við Bitcoin bara strax á morgun. Í alvöru tala, það meiri alvöru gjaldmiðill heldur en krónan. Minni sveiflur. Minni sveiflur, allt góð. Þá myndi innlend græn orka vera íslenski undirstæði saman gjaldmiðilsins. Nei, en öll að grínir sleftu, ég veit að þú hefur nú verið að berjast fyrir til að mynda vekja athygla á stöðu fíkla í landinu, þeir sem að spyrja þetta við erum að tala tugi einstaklinga, ungsfólk sem að deyja ári hverju. Stærsti faraldurinn í ár. Þetta stærsti faraldurinn, þetta mannskjaðasta elementi sem að klást. Reitt í því máli að þegar það var rætt þetta fyrir einhverju hálfu ári síðan, þá mætti heilbrigðisráðherra og tilkynnti aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að mæta þessu. Var það stýruhópur? Já, síðan komið ljós að hann hefði ekki deilt út peningum.
sem að svona merkjum ótrúlegt ábyrgðarleysi stjórnvalda gagnvart þessum máli sem að þú ert að lýsa, sem eru raunverulega að brenna fólki og eru að skemma samfélag okkar. Það er ótrúlegt ábyrgðarleysi stjórnvalda gagnvart þessu. Svo eru menn heldur ekki bara að stutt þetta, menn eru heldur ekki að fatta efnahagslega vinkilin á þessum sjúkdómi, sko, hvað kostnaðurinn inn í öll kerfin er gríðarlega mikill, sko. Þannig að þarna eftir nú að blandast saman bara svona eðlileg, hagstjórnar sín hjá fólki í plús við Sigmundur tók dæmi áðan kostnaðinu við ónýtt húsnæðiskerfi þar sem að leigjendur og kaupendur eru að borga óheyrilegar uppæður á hverju einustu mánaðamót til að fjármagna ónýtt húsnæðiskerfi. Það vantar ekki peningin. En til að svara spurningunni flokkana og fylgið, nýjasti frasinn á þessari aldi sko, það á engin neitt í pólitík og það er nokkuð til í honum. Vegna þess að breytingin og ég tek undir það sem Þóra Kristín var að segja, breytingin í þessum efnum algjör, ég meina á síðustu öld sko með fermingunni fengum við flokkskiptinnið og kusu eftir því til ævi loka. Þannig var normið á Íslandi, menn urðu framsagnarmenn fyrir lífstíð, sjálfstæðismenn fyrir lífstíð, kommar fyrir lífstíð og svo framvegis og keiftu bensín á eftirfrandi sko bensinstöðum í samræmi við flokkslitin. Þannig var þetta, en þetta er ekki svona lengur og ég man til dæmis sko að því maður er búin að taka þátt í mörgum kosningasjónvarpum 1990 á Hótel Sögu tekið viðtal við Davíð Oddsson. Hann er með 60% fylgi í Reykjavík. 60% fylgi sem það mesta reynda sem flokkurinn hefur fengið. Gunnar Thoroddsen náði svona nánast sama fylgi á sínum tíma held ég á 7. áratugnum. En sko þetta er stórkostleg breyting með meiri upplýsingu, sennilega meiri einstaklingi eins og Þóra Kristín sagði, með minni félagsþátttöku. Þá er fólk í dag svona heima á sér, horfandi á símann og getur svona á að giska kosið svona 5 flokka á kjördavelur og svo milli þessar 5 flokka. Þetta er raunin í dag og fólk er ekki lengur háð stjórnmálaflokkum. Áður fyrr var fólk hreinlega háð stjórnmálaflokkum. Pabbi fæddur 1933, blessuð minning hans, hann fór í bankan þegar rétti bankastjórinn var við völd. Framsóknarmaðurinn, ekki sjálfstæðismaðurinn. Fólk var háð pólitík. Þetta er farið. Já, þetta ger breytt og þetta breytist innan margt með hruninu í hugsun fólks held ég og sama tíma eru þetta samfélagsmiðlarnir að taka svolítið yfir. Ég held að þetta séu svolítið stóra breytur í þessu breytta landslægi. Þetta er ekkert sér íslenskt fyrirbrigði, þetta er erum við ekki bara líkari því sem að tíðkast úti. Ég held að þetta sé bara komið til að vera. Það verða fleiri flokkar og og það er bara ekki nokkuð skapaði hlutur af því. Nei, en leið, strákar, hefur dregið úr sko upplýsingu, það hefur dregið úr lýðræðislegri umræðu og lýðræðislegri þáttöku. Þannig að þetta er ekki góð þróun. Það auðvitað var það ekki góð þróun að við værum öll njörfuð á klafa einhverja stjórnmálaflokka. En sko stjórnmálaþáttaka, lýðræðisleg þáttaka og upplýsing er mjög mikilvæg í samfélaginu. Og það spila mjög margir hlutir saman. Og þeir hlutir hafa því miður verið að veikjast. Ég tek undir það að samfélagsmiðlarnir eru alveg orðin risastór og sennilega stærsta breytan í þessari þróun. Ég minnst að kosti trúi því, en við munum nú þegar að besti flokkurinn skoraði nú alveg nánast heimsmet hér á sínu tíma og stefnan var alls konar fyrir aumingja og íspjörn í húsdýragarðin og eitthvað svona og í rauninni hætti Jón Gnarr með bestaflokkin þegar fylgi hans var enni við 30%. Þá bara, já, nei, ég hef ekkert gaman á pólitíkin enni þessu ekki lengur. Og já, ég ætla að gera eitthvað annað. Nú er hann að bjóða sig fram á Bessastæði. Og ég veit ekki hvort það verður kannski flóðhestur á Bessastöðum eða eitthvað, ég veit ekki hvað, ég meina, sko, óanægju fylgi, þú veist, við vitum það alveg, er komið svona, þegar fólk er orðið langþreytt og eins og til dæmis núna, við skulum lítum aðeins á í baksýn í speilin og horfum á þessi 7 ár sem þessi, til dæmis ríkisstjórn hefur starfað. Getum við með góðri samvisku nefnd eina einustu innviðastóð í samfélaginu sem hefur ekki farið hnignandi, sem að stendur ekki hreinlega á brauðfótum eftir 7 ára stjórnarsetu. Ég get ekki fundið hana. Ég er nú kannski sjónlausust við borðið en ég get lofað eitthvað því ég leita lofandi ljósi að einhverju styrkri stóð hér en hana er bara ekki að finna, það er hnignun nánast allstaðar, það er ekkert að náttúru lögmál að við sitjum uppi með óhæfa stjórnmálamenn, það er ekkert náttúru lögmál. Allt sem við erum að ganga í gegnum núna er mannanna verk. Höfuðstöðvar Landsbankan sem traustu yrfið að stóða á láréttu Stuðlabergi. Hvað séu, er ég að fara í Landsbanka? Nei, ég er að segja það, þú
tekur það ekki sem innviða stóð. Nei, ég hef nú kallað eins og til dæmis það sem gerðist hérna þegar þau fóru með þetta snobbpartí í Hörpuna í fyrra sem kostaði okkur yfir 2 milljarða króna. Við tölum hér um ópíóðafíkn, við tölum hér 700 einstaklinga á biðlistum eftir að komast inn á sjúkrahús í Vog. Við tölum hér að okkur vantaði mestalagi 400 milljónir til þess að geta fullnýtt rýmin á Vogi. Sjúkrarými. Það þarf 100 milljónir til þess. Já, það er náttúrulega, það er það sem þú ert alltaf að tala meðferðina á ópíóðafíkninni og ég er ekki að tala það. Ég er að tala að nýta fyrir líka hina, ekki bara. Og tökum bara eitt atriði. Hvað getum við gert við 2 milljarða? Já, tökum eitt atriði, allan þenn tíma og reyna fyrir þann tíma. Og aðrir flokkar ekkert saklausir af því að við erum ennþá að bæja hundruðum ungmenna frá verknámi á Íslandi. Þegar akkurat núna vantar 1000 rafvirkja á Íslandi. Við erum búin að bæja burtu fólki sem dauðlangar í verknám, iðnnám. Við erum að bæja þeir burtu hundruðum saman á hverju einasta ári. Það hefur ekkert verið gert, svo að segja ekkert verið gert til að koma til móts við þessa eina brýnustu þörfina sem fyrir liggur út á atvinnumarka á Íslandi. Manst ekki eftir bóknáms, unnið ekki eftir því að þegar Lilja tekur við á sínu tíma, þá var talið að væri allt og mikið að bóknámi og allir vildu verða lögfræðingar og þetta og eitt. Þannig að það ráðist í þetta líka gassalega fína átaki að koma einmitt á almennilegu verknámi og allir myndu fara að sækja í það, fara nú að smíða, vantaði hús og allir eru voða frábærir í því. En þau gleymdu því alveg að til þess að geta tekið utanum ungmenni í verknámi þá þarf náttúrulega aðstæðan að vera fyrir hendi og það kostar peninga. En nei, veistu að það var ekki alveg til, þannig að strax þá var séð að þetta var eins og venjulega innantómt blaður og eins og ég gjarna kalla það fróðu flóði sem flæði hér út alla koppagrundir. Haldið að traust á ríkisstjórninni muni vaksa við það að Bjarni Benediktsson verður forsætisráðherra? Nei. Þú ert svo gaman saman. Við erum í áramótaskaupi. Það þarf ekki að hafa langt svar. Þannig að við erum mögulega að fara að sjá ríkisstjórn sem að fara í svona lægð sem að er bara söguleg. Smári, ég heyri í pottunum á Austurvelli nú þegar. Það síður í þeim. Já, ég held að það sé ekkert ekki með sjóandi potta nú erstu við saman þannig að halda á svona heimil ok, það kemur önnur ég held að þjóðinni sé ábúð ein breyta í þessu er að menn geta örugglega haft alls konar skoðanir á Katrínu Jakobsdóttur og allt þetta en jafnvel þótt að vinsældir hennar hafi verið farnar að dala þá voru það nú ennþá talsvert miklar þannig að gríðarlega í samanburði við já, Bjarni hefur verið náttúrulega umdeildari stjórnmálamaður þetta er í sjálfu sér 75% vantraust þú veist, þetta er það sem að birtist okkur og allt þetta en ég held eins og að fólk sér alveg að þetta er ekkert endilega spurning um það hver er í brúnni þanniglega séð á meðan það er ekki verið að gera einhver tiltekin verk það er eiginlega það sem að er miklu meiri grundvöllur aukins traust heldur en það hver situr í hvaða stól fyrir svona kannski hálfu ári rúmlega það kannski 9 mánuðum, þá hefði ég getað komið með svona þraut fyrir þennan hóp og sagt að hver er framtíð VG án Katrínar Jakobsdóttur? Af því að flokkurinn var náttúrulega snerið svo mikið hana og við kannist alveg við það og svo náttúrulega mikið að fólki bara farið frá flokknum sem að var svona, lagði meiri áherslu á stefnumálinu og annað slíkt, þannig þetta var svolítið svona bara aðdándaklúbbur Katrínar Jakobsdóttur og þá hefði verið eðlilegt að spyrja hvað verður VG þegar Katrín fer? En nú erum við bara komin á þann stað. Hvað verður VG þegar Katrín fer? Já, ef Þóra Kristín tekur ekki utan þetta þá sekkur skútan bara. Það er áskorun. Ef Þóra Kristín bjargar ekki og dregur þau á landi. Inga mín, þú verður bara að setja puttan í gati. Þú er bara alveg áður en það sekkur. Hvað verður VG? Já, ég veit ekki. Mér finnst kannski að þetta framhaldslíf þessar ríkisstjórnar hafi verið svolítið pólitískur afleikur fyrir VG eins og því stilt upp og eins og það birtist okkur í allavegana formála hinna stjórnarflokkana af gæluverkefnum sem að verða sett á oddinn að þá blæs ekki mjög byrlega. Ég sammála því ég held að VG sé tapari dagsins. Já, ég held eins og að þetta eigi allt eftir að koma í ljós og ég held og ég segi nú bara eins og Katrín Jakobsdóttir með það að einn flokkur getur ekki staðið og fallið með einni manneskju og ég held að þetta er flokkur sem að auglýst í síðustu kosningum með mynd af henni, það skiptir máli hver stjórnar, það er flokkur. Nei, það skiptir máli hver stjórnar.
hver stjórna. Já, og það mynda henni. Nei, hver stjórna, já, hún var náttúrulega formaður flokksins, sko. Já, menn all kostningabarátta snerist bara Katrín Jakobsdóttur. Já, það getur vel verið að það hefur verið eitthvað, ég er svo sem skipti mér ekki því og ég er ekki eins og nývafki, en takk fyrir að horfa til mín sem framtíðar. Það var að skora hérna á því, að bjarga í rústabjörgun. Það er fólk að koma á máli við því. En mér þykir vænt vafki fyrir margar sakir og sá flokkur þarna hefur átt margt gott til og það er margt gott fólk. Og ég vona bara að þau þarna takir sér saman í andlitinu og setja fótinn niður. Ég held að þetta sé komið algjörlega gott. Þetta verður sársaukafullt. Og mér finnst að þjóðin eigi að fá kosningar en ég óttast hins vegar að þjóðin klúðri því tækifæri. Og við sitjum uppi með einhvers konar stjórnakreppu sem að endi með því að samfylkingin verði besti vinnur aðal og það verði bara framhaldslíf þessara stjórnar verði með nýjum leikandum. Það er óþægilegt að lýðræði en það verður bara hreinlega að praktísera það og láta en elsku Kristín minn, það er búið að vera að praktísera það með þessum afleiðingum sem við erum að gagnrýna. Þetta var óvart. Þeir flokkar sem að gátu mynda ríkisstjórn eftir síðustu kosningar og það síðustu. Að mynda ríkisstjórn með þeim aftur þegar í rauninni kjósendur höfðu sýnt þeim það að þeir voru algjörlega mótmæla þessu samstarfi og að mynda núna ríkisstjórn aftur og enn á ný út af þessum ótta einmitt við kjósendur. Ég er inn á Sigmarslínu hvað það varðar að ég held að þeir haldi á handsprengjunni og það verði vinstri grænir sem sprengi á einhverjum ákveðnum tíma til þess að reyna að sína fram á það að þeir ætli ekki að una í þessari ríkisstjórn lengur og reyna að ná í fólki sitt aftur einhvern veginn, Ég er alveg sammála því að eina von VG fyrst risi ekki upp úr sætu sínum og mótmælti í dag, enginn þær í þingflokknum, vel að merkja, þá munið líklega reyna að sprengja stjórnina á hausti komanda seinasta lagi svona í vetrarbyrjunu vegna þess að þeir þurfa virkilega á því halda að sína hvað í þeim býr og þessi flokkur stendur fyrir margt mjög gott í umhverfismálum og vinstri pólitíkum. Þú mátt kannski breyta sér þá til, veit það ekki, vegna þess að flokkurinn hefur gefið alveg óðbóðslega eftir á síðustu 7 árum í sínum málum og leiði núna sjálfstæðisflokkinn til valda endanlega. En ég held að sjálfstæðisflokkur mun ekki hætta framsóknir heldur, en ég held þessi lífsnauðsynlegt fyrir VG að svona sína tennurnar, sína blóðið á þeim þegar að sumri ríkur. Já, þau eru bara, allir flokkarnir eru svona alveg meðvitaður það að það geti skapast einhverjar aðstæður sem að réttlæti það að það verði sprengt VG mun ekki fitna í þessu stjórnarsamstarfi, ekki úr því sem komið er. Ég held að þeir hefðu ekki gert það með Katrínu og þeir gera heldur ekkert án hennar. Ég held að þetta er líka þetta er orðinn svo langur tími þessara tveggja flokka að ég held að þau ná ekkert að breyta árunni í kringum stjórnina sem slíka. Ég held að þetta eiginlega við alla flokkana. Þeir stakki ekkert endilega í þessu stjórnarstarfstarfi. En augljóslega planið að reyna að bíða af sér og vonast til þess að verðbólgan og vextirnir fari eitthvað niður og það breyti stöðun eitthvað. Ég er bara mjög vantrúaður fyrir það fyrst á að verðbólgan og vextirnir fari eitthvað sérstaklega hratt niður og í annan stað þá er ímyndamandinn orðið það mikill að því verður ekkert breytt eitthvað 1, 2 og 3 Þannig að ef þessir flokkar alltaf sækja sér veðrið þá þarf einhverjir að sprengja þessa ríkisstjórn. Ég held nú reyndar að verðbólgan muni fara niður og það verði nú út af kannski minni eftirspurn í ferðaþjónustu heldur en þannig að það kemur ekki kannski alfarið til að góðu en ég held að við munum horfa til þess. Alfarið til að góðu ertu að tala verðlagið hér? Nei, ég er bara að tala að það verður einhvers konar samdráttur í ferðaþjónustu sem það kemur niður á mörgum sem að vinna við ferðaþjónustu en verður kannski þjóðhagslega hagkvæmt að því leytinu til að við losnum við þessu ofþenslu. Þessi dagur þegar ríkisstjórnin var mynduð 2017 þá varu fræg orð Drífu Snædal að það var eins og að éta skít alla daga að vera í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Það sem var boðið upp á í dag að gera Bjarna Ben að forsætisráðherra er eiginlega versti skammturinn sem að þau hafa fengið. Það var ábót á diskinn. Útmánuðið fermingaveisli allan dag og nú þetta er stærsti biti sem VG hefur kynnt ævina. Það er ekkert annað. Ég verð að segja það, mér finnst það ekki endilega
Bjarni Ben sem forsætisráðherra að það sé stærsti, mér finnst sko Bjarni Ben sem forsætisráðherra sem ætlar að setja þau mál á oddinn, hann ætlar að reyna að fá sem sagt traust svona ysta hægrisins og hann er að reyna að vinna það í gegnum mál í þessari ríkisstjórn og það finnst mér vera hrein niðurlæging fyrir VG. En persóna Bjarna, hvort að hann er í fjármálaráðuneytinu eða forsætisráðuneytinu, mér finnst það ekki skipta höfumáli í þessu. Já, sko VG er auka hróður Bjarna Benediktssonar. Já, en ég meina VG er bara að tapa niður algjörlega sínu identiteti og gera hana yfirmanni yfir stjórnskipan landsins. Hann er orðin yfir þetta er það sem vart að segja, sko. Þetta snýstu þetta, fólk sér þetta frekar út frá málefnunum heldur en mér finnst það bara hræðilegt að það sé að eins og ríkisstjórnum var kynnt á þessum fundi með þessar málefna áherslum, mér finnst það bara hræðileg niðurlæging fyrir VG. Mér finnst það. Herðu, þetta eru skrýtnir dagar í pólitík, eins og allir dagar eru orðnir og það er eiginlega spá hér að þetta mun halda áfram. Þetta er ekki síðasta stjórnarkreppan sem verður boðið upp á. Nei. Hún er eiginlega búin að vera hér bara mánaðarlega langa tíð. Í ríkisstjórn sem var beinlinni sko mynduð pólitískan stöðuleik. Það skulum ekki gleyma því. Ég ætla ekki að spyrja ykkur forsetakosningarnar. Nei. Ég ætla bara að slá bátt í þetta núna. Þóra, Kristín, Inga, Sigmundur og Sigmar. Kærar þakkir. Takk. Við ætlum að sitja þetta áfram og við ætlum að halda áfram og skilja þetta samfélag sem við erum í. Næsti kafli eftir Þú tókst þetta bara til. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.